Já, komið sæl og einlega velkomin hingað í þennan fallega skóla. Ég heiti Vaka Óttarsdóttir og titillinn minn að vera landsstjóri mentor. Þetta hljómast að illa landsstjórar voru svo illir hérna í gamla daga. En ég nú júlmenni, en mitt hlutverk í dag að reyna að vera stuttorð í get og vera með tíma eftirlit og framsögufólkinu okkur hérna. Og það auðvitað stóra verkefni okkar og búið að vera síðan 2011 að innleiða þessa nýju námskrá. Og við hjá Mentor höfum auðvitað verið í þessu sama starfi með nokkrum öðrum þjóðum. Þannig að við búum svolítið að þeirri þekking og gaman að geta aðeins miðla henni til ykkar líka. Og auðvitað spennandi að nú fyrstu nemendur að fara að útskrifast í vor þessar einkunnir og Árbæjarskóli búinn að vera með gríðarlega flott starf og við viljum fá að vera með þessa kynningu með þeim þar sem þau alltaf, kannski aðalfókusin í dag að þau alltaf sýna okkur hvernig þau hafa verið að nota Mentor og hvernig þau hafa unnið með þessi námskrá. Síðan, og það Þorsteinn Sæberg, skólastjóri og Sigurður Jensey, verkefnastjóri sem ætla að kynna það fyrir ykkur. Og kjölfarið þeim kemur Vilborg Einarsdóttir, framkvæmdastjóri Mentor og allar að tengja við þeirra kynningu og segja ykkur meira bara líka þess að það gerast annar staðar og hvað hefur nýst vel í öðrum löndum. Og það síðan loks Auðun Ragnarsson, þróunarstjóri Mentor, sem ætlar að koma í lokin og segja frá tengingu sem við höfum smíðað við Google og Office 365. Og við gefum ráð fyrir mjög góðum tíma í spurningar, þannig að við erum að vonast til að þið verðum mjög virka á þessu fundi og komum með fullt af spurningum fyrir þau hérna í lokin eftir öll erindin. En þá ætla ég bara að bjóða Þorsteinn og Sigurður Jensey velkomin og þau taka við núna. Og endilega það verður ekkert hlé, þið bara standu upp og fá ykkur kaffi og vatn og svona þegar ykkur hendar. Takk fyrir. Já, velkomin í Árbæjarskóla. Það auðvitað eins og Vaka sagði, síðan 2011 eru skólar í landinu búin að vera á fullu við að innleiða þessa nýju námskrá. Margir komnir vel á veg og búin að gera góða hluti og langt frá því að við séum að gera bestu hlutina hér. Við erum bara hér í dag að sýna það við okkar leið að því að útfæra aðalnámskrána og hérna svona bara aðeins að fara í hvar við erum stödd í dag og hvernig við höfum verið að fara þessa leið. Því að við þurfum að innleiða námskrána og sýttum við hverjum skýrslu námskrána, góð og slæm og allir að sína skoðanir en hún náttúrulega ekkert fullkomin frekar en önnur mannlega verk. Og það svolítið okkar hlutverk líka saman á næstu árum að koma þeim breytingum og framfæri sem við viljum þannig að þetta verði allt með sem bestu móti til lengri framtíðar. Eins og ég sagði mitt hlutverk, ég vil að fara þess inn í innleiðingarferlið hérna hjá okkur, sýna ykkur hvernig við höfum verið að vinna okkur til dagsins í dag og hvað við erum að gera akkurat þessar mundir. Nú kom út eins og við 2011 og við fórum þá leið hérna í Árbæjarskóla að við settum okkur vinnuáætlun sem hófst svona markvisst skólaárið 2012-2013. Við byrjuðum á svona hóffundum sem snerust mikið almenn skoðanaskipti kennara hérna í skólanum þær breytingar sem boðaðar voru í aðalnámskránni. Við kölluðum til sérfræðinga hérna til okkar í öllum grunnþáttunum og ákváðum síðan að taka eðlilega, eins og flestir, hver grunnþátt fyrir sérstaklega og bjuggum til svona samvinnu grunnþættina, bóklega greinar unnu saman, list- og verkgreinar, skólaíþróttirnar og upplýsing- og tæknimenntinn. Þannig að við skiptum okkur svona í mismunandi hópa. Horfum leið líka í vinnunni til mismunandi skólastiga, hvernig við ætlum að nálgast þetta í 1.–4. bekk annars vegar og 5.–7. bekk og unglingastiginu hins vegar. Og á þessu skólaári vorum við þá að byggja undir nýja skólanámskrá sem við þá endurskoðuðum hressilega á þessu tímabili og byrjum svo nýtt skólaár sem sagt 2013-14 á grundvelli þá nýrra námskrár með það að leiðarljósi þangað sem við vorum komin á þeim tíma.
Við vorum náttúrulega alls ekki búin að þessu ferli, en ákváðum samt svona til þess að formgera hlutina sem vorum búin að vinna allt skólaárið, þá ákváðum við að opna nýtt skólaár með eðlilega breyttri skólanámskrá. Við sem sagt hófum skólaárið það ár, 2013-14, með það sem við kölluðum nýja aðalnámskrá, sem að við vorum þá búin að tengja algjörlega beint inn á grunnþætti menntunar. Það skólaár byrjuðum við síðan að tengja hæfniviðmið, faggreinum í framhaldinu, fyrir hvern árgang og horfðum á þetta mjög svo þrepaskipt eins og flestir hafa væntanlega verið að vinna þetta með ákveðnum stígandi. Við komumst fljótlega að því í þessari vinnu að þó að aðalnámskráin væri með skýr hæfniviðmið, að þá vildum við setja okkar hæfniviðmið á framfæri, ekki nota beint hæfniviðmið aðalnámskrá, heldur að gera eða sem sagt vera með okkar eigin hæfniviðmið sem við byggðum á hæfniviðmiðum aðalnámskrárinnar. Og við byrjum strax að undirbúa það þá að þau hæfniviðmið myndum við draga saman og flytja inn í mentorkerfið. Skólaárið 2014-2015 sem sagt að þá farið tilbaka aftur aðeins. Skólaárið 2014-2015 vorum við síðan þá að tengja hæfniviðmiðin öllum faggreinum í skólastarfinu og undirbyggum okkur þannig inn á þann staða sem við erum stödd í dag. Þannig að þetta var svona vinnuferli sem við settum upp upphaflega og fylgdum mjög stíft. Skólanámskráin okkar, ef við tökum þessu dæmi, bara aftur tilbaka, ef hérna inn í skólanámskráin, ef við horfum á þessu glæri, þá birtist þetta svona í skólanámskráin okkar hérna í Árbæjarskóla, að foreldrar, nemendur og allir þeir sem vilja skoða skipun og skólastarfsins, fá þetta svona á heimasíðunni okkar og við ætlum aðeins að kíkja bara inn í hvernig þetta virkar í 8-10. bekk og svo vinna sem ég hef verið að lýsa, það vinnuferli sem ég hef verið að lýsa fram á þessu. Og við erum þá stödd bara inn í unglingadeildinni og þá opnast þetta svona fyrir okkur og við sjáum þess að bara skipun og skólastarfsins á unglingastíðinu og ýmsa þætti sem ég ætla ekki að eyða tími að lesa með ykkur núna. En við sem sagt förum inn í það að til dæmis þá við horfum hérna á þessa glæru sem að er hérna, hvert erum við komin í núna? Hvað segir þau? Grunnþættir menntunar? Já, ég veit það en þetta er erlent tungumál, það var það sem ég var að reyna að sjá, ég sé ekki daglega. En sem sagt, við horfum á það bara hvernig til dæmis erlent tungumál, íslenska eða hvaða þættir sem það eru. Hvernig grunnþættir menntunar tengjast á inn á þá faggrein á því skólastígi sem við erum stödd inn á. Og þannig erum við til dæmis við list og verkgreinar og ertu komin í íslenskuna, er hún ekki þarna? Já, þetta horfa það út frá íslenskunni. Ég veit ekki hversu vel þið sjáu í glærunum. Það er hægt að stækka þetta, bara þarna plúsin og draga þetta fram, ég segi, og þá íslenskuna, það er bara best að gera þannig. En þess að ef við bara horfum á íslenskuna í 8-10. bekk, þá sjáum við inn í systeminu þarna hvernig hérna grunnþættir menntunar tengjast á íslenskunni í 8-10. bekk. Og þannig er þetta í öllum námsgreinunum. Og þetta getið þið bara að farið inn á heimasíðuna og skoðað og ég ætla svo sem ekkert að útskýra hér, heldur er meira að segja ykkur frá vinnuferlinu. Og þegar að grunnþættirnir voru komnir þarna inn, að þá kom næsta stig sem ég útskýri fyrir ykkur áðan og þá voru hæfniviðmiðin og við förum þá eins og bara í íslenskuna áfram bara. Og þá erum við sem sagt búin skrefinu lengra með íslenskuna þarna og þá erum við bara að horfa á námstæktina í íslensku, námsefni sem við leggjum til grundvallar og þá eru hæfniviðmiðin til dæmis komin þarna inn okkar hæfniviðmið við lok 10. bekkjar, þar sem að við horfum á það, ég segi okkar hæfniviðmið, því að við, eins og ég sagði á það, við höfum byggt okkar viðmið á viðmiðum aðalnámskrár, hvernig við ætlum að ná þessu og síðan auðvitað matsviðmið síðan. Þannig að við hefum lagt þetta svona upp. Og þegar við vorum búin að þessu og fórum inn í þetta skólaár sem núna var, að þá stóðum við frammi fyrir því eins og við það, hvernig ætlum við að útfæra námsmatið árið 2015-16 sem hefur verið frestað eiginlega fram á þennan dag hjá okkur öllum, en nú eigum við að
klára okkur af með þetta í vor. Hérna leggjum við í námsmatinu, við horfum á þetta núna eins og við byggjum þetta upp. Við leggjum auðvitað áherslu eins og flestir aðrir á einstaklingsmiðað nám og fjölbreytta kennsluhætti, vel skilgreint námsmat. Leitumst við að byggja námsmatið í skólanum sem mest á lesefnamati hér, þar sem grundvöllurinn er hæfni en ekki þekking. Nemendur og foreldrar fá jafnt og þéttir í skóla að við skýrar upplýsingar hérna hjá okkur um það hvernig nemendur kunna og hvað þeir kunna og geta á hverjum tíma. Og við komum nánar að því á eftir þegar Jensi fer inn í hvernig við erum að nota mentorkerfið í dag. Við leggjum áherslu á að bæði nemendur og foreldrar fái þá tilfinningu fyrir því sem hefur áunnist og ekki síst þá á hvaða leið erum við. Hvert erum við að stefna miðað við stöðuna sem við erum á hverju degi í. Og svo höfum við lagt mikla áherslu á reglubundið frammistöðumat og erum þá með það í tengslum við foreldradaga. Fyrir sem sagt foreldradag þá meta kennararnir nemendur og nemendur sjálfur meta sig heima með foreldrar sínum. Og svo þegar við komum til foreldraviðtala þá liggur hvorutveggja á borðinu og kennarar geta borið saman, nemendur og foreldrar bera saman mismunandi frammistöðumat og ræða þá málin ef að þetta stemmir ekki mjög vel að þá geta menn skoðað hverju munar og ef menn ekki skilja þetta á sama hátt í skólastarfinu. En þetta er semst það sem við leggjum til grundvallar og ef við veltum þá fyrir okkur framsetningunni á námsmatinu núna í vor hjá okkur og förum þá þessi það inn í eins og það birtist á heimasíðunni, þá hefur eins og hér í tengslum við foreldrarna, þá er mikil umræða þetta farið fram hér og fór fram á haustmánuðum og foreldrafundum. Hvernig verður þetta hjá ykkur þá í vor? Hvernig ætlið þið að meta börnin í mismunandi árgöngum og mismunandi skólastigum og svo framvegis? Og við í raun og veru auðvitað höfum til grundvallar eins og allir. Við erum með matsviðmiðin skil í 10. bekk við lok grunnskóla. Við bíðum enn eftir 7. bekk eins og allir aðrir og við bíðum eftir 4. bekk. Sem sagt, til hvers ætlum við lok þessara skólastiga. Þannig að við ákváðum að fara það leið eða fyrir aðeins hinn áttin í þessu. Við auðvitað gefum hér í bókstöfum. Það er alveg klárt að það er bara gefið í bókstöfum. Tölur eru ekki, eða við skulum orða það þannig, við erum að reyna að eiga öllu tölulegu burt í okkar námsmati. Við erum að horfa eingöngu sem mest á hæfni nemenda og koma svona þekkingarathugunum meira út úr matinu. Og þannig að við metum börnin á þessum grunni og síðan getið séð aðeins neðar hvernig við leggjum þetta upp í vor í einstökum skólastigum. Sem sagt, í nemendur í 8. og 10. bekk þeir verða metnir vorið 2016 á sama hátt, þannig að allar einkunnir eru í bókstöðum eða notast verður mat í lokið eða ólokið í einhverjum greinum. Engar verkefnabækur í gangi, öll verkefni í mentor ásamt í að hæfni viðmið og matsviðmið eru skilgreind þar. Í 5. til 7. bekk erum við vorið 2016 að meta nemendur þannig að í gildi verða enn verkefnabækur þar sem námsmat verður í bókstöðum, í ákveðnum námsgreinum, en í öðrum greinum verður hæfni viðmið skilgreind í mentorkerfinu, þar sem matið verður lokið og ólokið og við erum alveg með þetta niður í 1. til 4. bekk með þessu fyrirkomulagi á þessu komandi vori. Ok, en þetta er þessi á heimasíðunni, þetta er allur textin hérna á heimasíðunni. Og nú ætlar Jensi að sýna ykkur í raun og veru hvernig við erum að nota þá mentor K3 í þessu í vetur hjá okkur, því að nú erum við komin að því hvað við erum stödd í dag. Já, þessi vel minni. Í haust sáum við að við þurftum að gera námsmatið okkar enn sýnilegri en áður. Og við varum ekki alveg viss hvernig við getum komið hæfniviðmið og matsviðmið sem best til skila til nemendana okkar og foreldrana. Og við vorum ákveðin því að við ætlum ekki að finna upp með hjól, heldur en sem að reyna að finna eitthvað verkfæri sem við getum notað. Ég hafði sambandið í mentor og ég var svona að spá í hvort það væri að nýta frammistöðumati, þá með hæfniviðmið okkar inn í og hvernig við getum útbúið verkefnabækurnar inn í þessu nýja breytta matsviðmið. Þá var mér bent á K3. Við fengum kynningu og við sáum til sólar, það var bara þannig. Við varum að koma akkurat verkfæri sem við vildum nota. Þegar við sáum það strax, allt námsmat var miklu dýrara. Og þá hófst innleiðingin. Þetta er bara skemmtilegu tími en krefjandi. En við erum haldið mjög vel utan kennarinn okkar, bæði einstaklingslega og í hópi. Og hér í innleiðingarferðinu er
stutt rosalega vel við bakið á þér. Því að þegar við erum að innlega svona nýtt tæki, þá verður við að styðja við kennaranum. Annars gengur ekki upp. Það er bara svoleiðis. Og þetta fór ofsalega vel af stað. Og kennarinn ég, okkar, er mjög samhælt í þessari vinnu. Hvort sem er að vinna einstaklega eða inn í fagræðan hópar. Þetta fór að vera mjög gaman. Og við ákomum að byrja aftur til 10. bekk. Með áherslu á 10. bekk. En við hér í Árbæjarskóla erum svo heppin að þeir eru sömu kennarar sem er í 8. til 10. Þannig að þeir byrjuðu á 10. bekk og hafði þessu svona í 9. og svona í 8. og þeir eru að vinna þetta núna. En í þessari nýju kynslóð þá er búið að brjóta niður aðalnámsskóla. Þannig að þetta nota hana sem leiðsagna. Og það var skapað svolítið spennandi. Og af því að leiðsagnamatið er hjá okkur, eða sérstaklega við nýtum leiðsagnamatið hjá okkur og byggjum námsmatið okkur upp á því. En það sem við erum okkar hæfnivinni, þá urðum við að setja þau upp í Excel. Við urðum að setja þau öll upp og senda þau í mentor og þau voru kærið inn. Þannig að við getum notað okkar, því að það var það sem við viljum nota. En hæfnivinnin er náttúrulega metið með hjálp matsmiðlega og við verðum að tengja þau verkefni. Því að þannig getum við rökstutt að allt námsmatið sé rétt. Þannig að við getum sagt við foreldra hvar vorum við að meta nemana. Og í dag eru allir kennarar á unglingastigi í okkur, allir list- og verkefnakennarar í öllum árgöngum, allar valgreinar og upplýsingatæknin í öllum árgöngum að vinna matsmiðin inn í KF. Ég ætlum aðeins að sýna ykkur inn í KF sem við erum að gera. Og ég er hérna inn í svona kynningarumhverfi. Ég er ekki inn á Árbæjarskólaumhverfinu vegna persónuverndar. En það sýnir ykkur hvað við erum, þetta er bara svona örlítið brot af því sem við erum að gera. Ég er hérna inn í námslótunum mínu og hérna er ég komið með 4 námslótur. Ég ætla að kíkja hérna inn í íslensku lótuna. Og það sem er svo gott við þetta, að við getum byggt lóturnar ykkur upp alveg frá því að vera bara nokkra daga yfir í nokkra vikna eða að láta lóturnar standa yfir allt skólaárið. Þannig að við erum bæði alveg frá því að vera með 2 vikna lótur upp í að vera alveg með yfir allt skólaárið. Hérna voru þau að vinna í einlum í 6 vikur minni, þannig að hérna er að skoða. Og hérna er viðmiðin og námsmanni og það sem að við byggjum okkar hæfnivinnið þannig að við erum með það í afgangaskip. En þetta er fyrir 10. bekk, þá erum við að nýta alveg úr 8., 9. og 10. bekk og svo setjum við matsmiðin hérna fyrir neðan. Og hérna sé ég á stikunum hérna hægra megin hvað er búið að tengja þetta við. Hérna er búið að tengja þetta við verkefni. Hérna er þetta 2 verkefni. Þessi matsmiðin hér, 2 verkefni. Hér fyrir ofan er þetta bara 1. En ég fann að sjá alveg inn í möttunum hér að hér eru alveg farin að tikkast på 5 og 6 og 7 verkefni sem eru tengt við í þetta sama hæfnivinnið og alveg upp í 4 og 5 matsmiðin sem við erum verið að nota. Og svo eru verkefnin hérna. Hér eru 3 verkefni. Við opna hérna ritun og sjá hvað er á bakvið. Hérna er við að vinna með bókinu sem er einlægt Adamsins og hérna er það sem á þau að tengt við. Hérna er hæfnivinnið sem við erum að vinna í ritunni og hér eru matsmiðin eins og neðan. Og þá er það námsmatið. Og hér kemur námsmatið. Við erum hérna búin að meta Jón Jónsson. Hér er hérna 5 verkefni, ég bóka svona að ég sé að það er búið að gefa með það fyrir verkefni og þetta er búið að gefa fyrir matsmiðinni. En þegar við erum að gefa fyrir matsmiðinni, þá kemur þessi hluti upp. Og hér getum við sett inn umsagnir, við getum sett inn sýnishorn og við getum gefið viðkomandi
á einhvern eða mat sem hann á að fá. Það er það hefni náðu B. Hérna sjáum við þetta skipt C, B og A. Þetta er svolítið íslensku notan. Þannig að síðan ykkur hérna fagskrúsku kökustillinga. Þetta er valgrein, ég átti þetta undirverk. Og hér erum við, þessi nota er yfir allt skólaárið. Þetta var hérna yfir til námskrá. Og þá hérna efniviðmið og eitt matsmið neðan. Því að það hefur safnast nokkað saman matsmiðin í lýskuverkinu eða í verkrein saman, þannig að úrverður einn einhver. Og hérna er verkefni. Settinni. En það sem að við gerum, þannig að gerum við að setja smákúfur. Hérna er búið að tengja við verkefni. Og ég fyrir tilbaka, þegar aftur í liðnum námskrá, þá sé ég að það er ekkert búið að nota öll tækniviðmið hérna. En það sem við gerum í valgreinu, að við erum að meta nemendur eða láta það vita hvað þau standa í. Ég er alveg óhund að fara þetta námskrá. Ég er ekki í fórhóka. Já, hér sjáum við að það er ekki búið að nota öll, þannig að það áttur að setja fleiri verkefni hérna. En ég tók með þetta námskrá því að það sem við gerum í valgreinu, að við erum að meta nemendur líka eftir hæfniviðmiðum. Við sérstaklega að leiða þeim að vita hvað þau standa sig í hæfniviðmiðum sem við erum svona framstöðuna. Við erum líka með matsviðmið, sem við erum neðan, við erum langt fyrir niður. Matsviðmið. Það sem við gerum, að við segjum hvað við standa. Þá erum við náð hæfni, eða við góðið leið, eða hæfni ekki náð. Þannig að þetta birtist hjá nemandanum. Við ákváðum að gera þetta svona. Við erum að gera þetta í list og verkefnum líka. En það sem að þetta verkefni fyrir að fá rosalega marga möguleika. Þetta er bara alveg lítið próf. En ég sá það í hendur mér að það er mjög gott fyrir kennara sem er að samþætta námskeið að vinna inn í þessu umhverfi. Við förum þetta bara inn á eina námskeið, þar sem við erum búin að setja saman. Og setja saman viðmið úr námskrá. Hérna er þetta þjóðfélagsfræði íslensku upplýsingar. Hérna er búið að setja hæfniviðmið og matsviðmið. Hæfniviðmið og matsviðmið og hæfniviðmið og matsviðmið fyrir þessar þrjá námskrár. Og svo þegar það er náttúrulega að fara að meta nemanda, þá safnast það bara einn á nefndarspjaldið á honum. Þannig að það er mjög einfalt þegar setjum við lokun að setja þá samfélagið lokun. Það er því kennarar og fjármál. Já, en það sem við getum náttúrulega líka gert, eins og við erum með einn af upplýsingartaktu kennarar okkar, hann er líka samfélagsfræði kennari. Þannig að þegar hann er að vinna samfélagsfræði verkefni, þá lítum á að vera líkt, af því að hann er mjög duglegur með tölvustofu eða nýta fagstöðu okkar. Þá getur hann verið með verkefni þar sem hann er líka að meta upplýsingartaktu. Þannig að það er að setja þetta saman. Ég ætla að búa til eina litla lótu, bara þetta stofnarna lótu. Það er svolítið hægt og rólega í þetta. Sjáum við hvað þetta er í raun einfalt. Ég ætla bara að því ég er svo gefið með dönskukennarum, þannig að ég reyna litla. Ég ætla að skrifa lýsinguna. Ég ætla að hafa bara þessa núna voru. Ég ætla að hafa upp á dagsetninguna í dag. Og ég ætla að láta uppa 2009. Þannig að það kann við að skila þessi 2009. Einar íslensk haldurverk. Og ég ætla að velja með hóp. Og ég ætla að vera tínd að það er sem einhverju minn.
þessu kerfi. Svo setjum við bara þetta kennana sem á bakvið. Þetta spurning fólki hvernig að sjá. Við hafa nefnt okkur fyrir niður að deilina skólans. Við erum mögulega að hafa deilina skólans þegar öðrum að sjá hvað við erum að gera. Og svo kemur námsáætlun hérna verið neðan og hér setjum við bara upp námsáætlun okkar markmið. Hvað ætlum við að læra? Námsefni, kennsluaðferðir og lóka námsmann hérna niður. Ekki til að skrifa námsefni aðeins svo að við sjáum hvað gerast. Eða skrifa í ramman að við sjáum bara að nægum stað kannski. Það verður svona svo listræst. Nú á ég ljóðu og hún komin inn hérna í mínu ljóðu. Þannig að ég fari hér við hérna. Þá það viðmið á námsefni. Og ég ætla að beita viðmið. Og þar sem við erum með okkar höfnuvinni, þá erum við með hérna erlend tungumál sænska höfnuvinni ákvæðaskóli fyrir 8-4 bekk. Og ég ætla að ná mér í höfnuvinni sem tengist verkefnum sem ég með hjálpa. Og það er bara lesskrifu og ég listan. Þá ég komið með höfnuvinni. Þá ætla ég að ná mér matsviðmiðið. Og þá nota ég matsviðmiðið þá vel ég það matsviðmið sem passar við. Það lesa sér fyrir og listar. Og þá er ég búin að ámið hæfniviðmið og matsviðmið. Má ég koma inn? Já. Hæfniviðmið er svona sókli. Já. Það er einhver einn sem fyrir þetta keifinu með ákvæði. Og matsviðmið er svona sókli. Það er alveg það. Ég sjá að það er ekki búið að tengja þessu meðin verkefni, en við skulum fara henni verkefni í búið til verkefni. Þetta stofnar við verkefni. Og lesskrifu. Franska, ákvæmstyrst. Þetta er fíðurverkefni. Og aðgangur, það er nýtspóknarkvæðar. Og þegar við erum að búa okkur til verkefni, þá getum við náttúrulega líka tengt að námsefni og við getum sett inn krækjur, við getum sett inn glærur og við getum sett inn skjöl. Og ég ætla ekki að setja inn eitt námsefni núna. Ég ætla bara inn og ná mér í liðinu og námskrá. Að því ég var búin að búa til lótu, þá tengi ég bara viðmiðin við lótuna sem ég var að búa til, ekki hún námskrá. Þannig að við náttúrulega getum verið með eina með alveg 4-5 verkefni mig. Ég kræki í því, þannig að þetta fari undir hljópur. Og svo ætla ég að skrá þetta og ég ætla að skrá þetta á Tvítuberg. Ég ætla bara að velja hérna, velja allar. Og bara henni nefndur hjá mig sem eru Tvítuberg. Ég ætla að byrja þetta í dag. Og þá byrjum við að niður í að það er eitthvað lók. Hvernig byrjast þetta nefnum? Já, það kemur eftir. Það er næsta skrif. Svo sjáum við hérna, þá kemur námsmáli hérna. Þá segir hér er þetta matsviðmið sem ég valdi og er svona þetta hér og kemur verkefni við hliðina. Það getur snúið sér líka svona. Hvernig við viljum hafa þetta. Þá ætla ég að sýna ykkur hvernig þetta birtist nefnum. Það er nefnilega líka svolítið spennandi hluti. Hérna, ég er mentor sem foreldri, en þessar fjölskyldu umhverfi. Ég ætla að byrja að sýna ykkur hérna inni hjá Eyþór Jónsdóttir sem er í 5. bekk.
Og ég ætla að byrja hérna að opna námslóðina. Hérna er ein námslóða sem er komin á hana. Og þetta er 12 fimmtara. Og hérna kemur yfirlit yfir námslóðina, verkefnin sem hafa verið og viðmið á námskráni, hvernig viðmiðin koma hér og hérna kemur námsefni. Þetta er sem sagt búið að setja vefslóð og námsefni. Þá ætla ég að opna verkefnina. Hún er með engin verkefni fyrir öll, kemur öllum lokið, þannig að greiðist að hún er búið. En hér eru sett inn verkefni. Og svo ætla ég að opna þetta námsmarkverkefni. Og þar sem við erum núna að nota hæfniviðmiðin okkar en ekki með matsviði, þá birtist þetta nemandur svona. Það sem er grænt segir að sé búin að ná viðkomandi hæfni og það sem er gult hann er á góðri leið. Kemur svona niður. Þetta er eins og þetta birtist hjá nemanda í 5. bekk. Þá ætla ég heimsækja Jón Jónsson, hann er í 10. bekk. Og hann á 4 lótur. Og hérna er lóta sem vorum að búa til danska. Það sem ég setti inn á hann, það birtist hér. Það er ekki mikið inn í mínu. Og hérna er verkefni sem við gerðum á. Og hérna er verkefni á námsmáli. En þetta er svolítið skýrt fyrir nemanda. Ég ætla að opna hérna bakstur og kökuskreitingar. Ég er hérna að stökka þetta sérhæfni. Hvað segir þú? Stökka þetta sérhæfni. Sérhæfni? Hvað er viðmiðin? Já, heyrðu. Þetta kemur ekki Árbæjarskóla umhverfinu. En þetta er eitthvað annars. Ég ekki sé þetta á þess. Þetta eru... Það er eitthvað sem að... Já, þetta áður ABC. Þetta áður ABC. Þetta er ekki svona í raunútgáfinni. Nei, ég alveg bort þetta. Þetta er þess að öfut, þetta er CBA. Já, þetta er alltaf CBA. Já, ég fór ekki eins og restin. Það er bakstur og kökuskreitingar. Og þá kemur bara yfirlitið, hvað er að gera. Og svo er áætlunin hérna fyrir neðan. Og svo kemur verkefnin. Hérna er bara eitt verkefni búið að vera, það sem okkur um smettinn á og náður í uppskiptina. Hérna er viðmiðin í námskránni sem var að vera að nota. Og hérna er þessi hæfniviðmiðin okkar og matsviði. Og svo kemur námsefni. Og hér fara uppskriftirnar bara inn. Þannig að krakkarnir okkar í heimilisfræði og í þessum verkefni sem við erum að hópa uppskriftir, þá fara uppskriftirnar bara hér inn. Þannig að þau geta farið hér inn og láta sér í það sem við vorum að gera. Og það er stelpunar í bakstur og kökuskreitingar, þær eru mjög duglegar að ná sér uppskriftar neða. Það er hrifnar þessu. Þeim fannst klókið að ná yfir það sem við vorum með. Þú segir að það geta bara opnað þetta í símanum, það sé ekkert mál. Og þá er það íslenska. Og það kemur eins. Það er námsefnið, viðmiðin, koma hér. Hérna koma matsviðinni fyrir neðan. Þau koma rétt hérna í íslenskunni. Og hæfniviðinni hérna fyrir ofan. Verkefnin eru hér, þau eru 3 og svo kemur yfirlitið. Hérna eru verkefnin. Og það er ekkert ólokið, það eru 2 í vinnslu og það er 3 lokið. Þannig að nemandinn getur svolítið fylgst vel með hvað er í gangi hverju sinni. En svo er það námsmarkverkefni. Og hér kemur námsmarkverkefni. Hér eru verkgreinar. Þetta er prófið í íslensku. Ritunin í íslensku. Þetta er upplýfingartekník, samfélagsfræði og svo fyrir við áfram niður. Er þetta próf? Það sem að, já, þetta er próf. Það sem er svona blöð, það er yfirleitt próf eða verkefni.
En það sem á bókin það yfirleitt matsviðmið þar á baki. Þannig að það annað matsviðmið eða hæfniviðmið sem við erum að meta. En ég opna hérna, hér til dæmis komin einhverju fyrir smábókaverk og ef ég opna hérna í listu verkefni. Já, það sneður. Já, ég ætla að sína. Hérna þess að fyrst sjáum við bara hæfniviðmið, hvernig viðkomandi stendur sig í hæfniviðmið. Og þau eru þess að hér með því okkur við erum líka með að hérna efst, af því hér safnast verk sem það verkreinar, matsviði. Hér kemur það þegar við verðum búið að gera fyrir matsviði í Báskóla Gullsbreytinu. Og safnast það saman inn á hérna matsviði og í nýjumdagsverkefnin undir verkreinar. Og þá er íslenskan. Þá kemur aðeins annað útlit því að við erum opnað íslensku matsviði. Opnast þetta svona. Eru matsviðin að beint upp á námskráni eða? Já, matsviðin eru beint upp á námskráni. Það er ekki stíkt neitt, það þarf alveg? Nei, þau eru beint upp á námskráni. Er einhvern veginn að breytast? Já, þetta sé að viðnandi námskráni. Þannig að þú getur alveg verið með B í dag ef við séum í næstu og svo dagfókunum B, þannig að þú getur verið misjafnt mikið verkefni. Þetta er þess að listin hérna sem er búið að gera fyrir íslensku og ef sko þetta kemur á plattformum og í tölvur uppi hjá mér þá kemur þetta svona tveimur korsum niður til. Það er aðeins öðru sem út þetta. Já, ég er verðast. Það kláður henni niður. Þannig að hérna kemur bara hvernig við komum til stendur. Hérna megin eru bara þau matsviði sem búið að meta. Þannig að hér við erum á heildarlistin og þar koma öll matsviði í íslensku fyrir heildar. Og þá sjáum við það eitthvað eftir hérna, þá eitthvað. Svo náttúrulega kemur að því vor að kennarinn þarf að finna út hvaða einhvern viðkomandi nemandi fær í lokin. Þá er það næsta spurning. Það er raun og veru, það sem við segja, þess að við erum búin að tengja matsviðin og sumum þeirra er lokið og öðrum er ekki lokið og nemandinn er að ná mismunandi árangri í hæfni á einn ýmsum sviðum. Að þá kerfið eignar ekki fyrir okkur raun og veru þegar það kemur að vorni þá getum við ekki íta á einhver takka og það kemur út einhverjum í íslensku bara A, B, C, plus C. Kerfið eignar það ekki fyrir okkur. Og kerfið telur við þetta ekki, ég meina við erum með bókstafsfræði sem við gengum eftir núna og bókstafsfræði er nú þannig að það finnir ekki með það. Þú getur ekki lagt saman 2A og 2B plus og 1C og svo framvegis og fengið út ekki með það því. Þannig að í raun og veru þegar við sjáum í lokin í óskapleitalegri slóð að þegar við sjáum í lokin hvernig hérna niðurstöðunir er á matsviðunum að þá er svo staðanir í dag og við höfum hugsað hvernig ætlum við í von að sjá raunverulega hvað er nemandinn að fá í íslensku. Að þá þurfum við að hugsa og við erum ekki komin alveg þangað ennþá. Við erum enn að vinna í því og átt okkur á því og hugsa hvernig eyðublað eða hvernig verkfæri ætlum við að vera með til að meta. Þetta er svona dæmi eitt hérna. Þannig að sjáum við þetta getur í íslenska og við sjáum hæfniviðmiðin sem að kemur svona út úr, ef við myndum draga þessi út úr kerfinu að þá sæjum við að nemandi getur við á mismunandi stað og út frá þessu myndum við þá ákvarða hvað er þessi nemandi að fá. Er þessi nemandi að fá C plus eða B eða og ef það er annar jók og ef það er annar þá getur þetta litið hins einhvern veginn svona út og þarna væri við að hugsa sko er þetta C-nemandi eða C+-nemandi eða hvað. Og þarna auðvitað kemur ákveðið hugrætt mat í lokinu hugsaðlega þess að nemandinn er ekkert endilega búinn að ljúka öllum
öllum vinnu. Kannski var nemandinn alltaf fjarverandi meðan kennarinn var að reyna að meta hvort hann gæti flutt mál sitt mjög skýrt og áhriflega. Kannski var það aldrei á stand. Þá bara hefur við kviknað á því og þá þarf kennarinn eðlilega að taka huglægt mat á það hvernig þekkir hann til viðkomandi nemanda. Þannig að það kemur svona smá eðlilega huglægt í lokin, en allar leið er kennarinn búinn að halda gríðarlega vel utan matsvinniðin og hefnivinniðin og hefur gríðarlegt yfir og foreldri og nemandinn hafa það líka. Þeir sjá nokkuð, þeir geta næstum því nokkuð veginn sagt sér út frá bara K3 ákvæða í hvað stöðu er nemandinn í dag. Þannig að svona, við búum enda við það, svona verður þetta með lót. En það sama vægi fyrir sko, með það að skólaðum, ég veit þessu hvað það, en vægi eitthvað misjafn og það ekki bara þetta séu eitthvað misjafn. Það ég veit hvað ég og við máum rætt það og ekki fyrir okkur. Það náttúrulega íslensku kennararnir, eða kennarinn, hann veit það best af öllum. Það er hann sem að veit það best af öllum hvort að vægi einstaklega hægni er mismunandi og bara ef við lesum hægniþættin eins og koma fyrir í aðalskólum þá sjáum við strax að þeir hljóta að vera mismunandi. Sumir er íræðilega yfirgripsmiklir og svona nýr, aðrir eru kannski það alls ekki. Þá þarf eðlilega kennarinn svolítið að velta því fyrir sér, eins og í þessu tilfelli, bara við horfum á, hér þarf kennarinn að velta fyrir sér hversu stór áhrifavaldur í hæfni þessa einstaklings er það að ég hef ekki ennþá getað áttað með almennilega á því hvort hann getur flutt mál sem við skýrt og áherslu. Og ef maður er gríðarlega viðamikið þakki, þá getur við algjörlega ráðið því hvort að nemandinn er að fá C+C eða hvað. Ég veit að þú ekki hægt að smörja eitthvað svona heildarblað fyrir þetta, bara texta sem þú ert að vært hlusta núna. Ég hægt að smörja texta sem hefur svona vært á svona heildarblút á text sem ofnir það í texta og fyrir heildarblað. Það hægt að vanta út úr kerfinu, það er að sjá í kerfinu yfirlítið yfir efni tæknina til þessi tölvar íslenska. Þú getur séð í K3 í raunveru hvernig stendur viðkomandi í efniþáttunum og þú getur séð það og foreldri sjá það líka. Þeir geta hringt í kennarann og spurt af hverju er hann ekki búinn að hafa fullkominn hæfni í þessu. Þú sem sér að því að það er eins og því að það er kannski margir kennarinn er að meta sama efniþáttin eða sama kennarinn er að meta þessa efniþáttin aftur og aftur. Og það er okkur fátum fyrir fyrir það. Það er svo oft efniþáttin eru metin og Sögur, þú ert að tala sögur? Já, þá er það. Já, og söguna aftur í tíma. Já, hún sér það alveg. Þetta er séð söguna í þessu systemi, séð söguna aftur í 9-10. Þú séð feril nemanda sem við erum búin að vera með núna eftir 3 ár. Nemandi sem er í 8. bekk í dag, við verðum komin í 10. bekk á okkur eftir 2 ár. Við getum aldrei að fyrst honum eftir þá að sé hvernig hann hefur verið að ná tökum á sinni hæfni á síðustu 3 ár. Já, sama hefningu, það er líka. Já. Það er eina svona praktíska bransa. Ég ætla að kenna það með sér húnleik nefnir. Það var þeim. Já, ég þegar þessar spurningur segjum við bara frá því að eftir. Það er eitthvað sem við erum að finna í bara akkurat núna. Já. Það er kannski sem tengist þessari hugmynd svona, við veitum hérna, við þurfum ekki að hætta á sögursamlega spurningum og eftir svo að komast allt að, en bara með þetta atriði sem er svo gríðarlega mikilvægt, það er að sjá hvernig nemandinn í gegnum kannski alla unglingadeildina er að ná tökum á ákveðinni hæfni sem að okkur finnst í dag verður eftir gilur að nota þetta system svo gríðarlega jákvæmt í þessu að við erum ekkert lengur að horfa á þessi þekkingaratiði sem við vorum að horfa á stöðu. Við erum heldur ekki að horfa aftur í tíman á það hvernig það var í september þegar við komum í apríl. Við erum alltaf að horfa á það hvernig það startur í dag. Nákvæmlega hvernig er nemandi startur til dæmis bara núna 14. janúar. Þannig við farið inn á kerfinu. Foreldrar, nemendur og við séum nákvæmlega við Jón Jónsson sem startur 14. janúar. Við erum ekkert að velta okkur upp úr í hvernig hann var startur eins og við gerðum áður sem við varum jafnast að taka meðaltöðuna heimum áður. Já, en þetta er samt svolítið atriði í bóð þegar þú varst að útskrifa nemanda. Þú ætlar að kanna hvernig hann stendur í þessum námsbætti í íslensku. Þú veist að aðeins hann ekki útskrifa þetta.
og tvisvar síðan. Hver verður heildarútkomans bara í þessum verkefni? Hvað er það? Bara í einhverjum einum hefni það? Já, en þú veist eins og þetta, núna er það alltaf upp einhverjum, Heildarútkoman, þess að menna heildarútkoma hans í vor er loka mat sem hann fær á hæfni sína í íslensku. Byggða á þeim árangri sem hann hefur náð í einstökum hæfni viðmiðum, en hann fær bara einn bókstaf sem stendur fyrir alla íslensku. Það kann vel að vera að nemandi sé ekki búin að ná fullkomnu, hvað maður segja, hann sé eins og þarna, þessi auðvitað reyndir nemandi er bara komið hingað í þessum hæfniþætti, hann á þetta eftir, hann nætt þess ekki og hann er einhvern veginn uppi, þá er það spurningi hver verður hinn endalega útkoma í vor. Og ég spila, ég ætti líka bara að ná upp, vegna sem maður er ekki þessu sama, að nemandi sem hefur tekið próf kannski í nóvember og gert kannski B.Ed. Svo prófaði aftur sömu hæfniviðnir með öðru verkefni, nákvæmlega sömu hæfniviðnir, en hann fær þá stendur kennarinn fram til því, það er svo hæfni sem ekki sér sem voru á undan, heldur loka staðan þarna og út að náða þessari hæfni. Þá skiptir í raun og veru ekki máli hvort hann hafi fengið A, B eða C í öðru verkefnum sem mætir sömu hæfni. Það er ótrúlega. Þess vegna lendur kennarinn þátt í vandræðum með þetta góðskil og utanum. Hvað? Af því að lykilhæfnin var hent út, þá er svo erfitt að meta til þess þetta eins og heimavinnu, ástundum, vinningu, samling hópir og þetta er ekki sér hæfnivinni innan námsmiðinu. Það skiptir í raun og minna máli núna hvernig þú náður þessari hæfni og náður þessari. En ef þú ert ekki duglegur sem á snúa þessu við og velta fyrir sig í skilja fullkomlega, þetta er í raun og veru erum við ekki að horfa aftur, við erum ekki að taka eins og í gang eins og áður kannski, og við erum að taka próf í september yfir lokameðaltalið í lok og oktober og nóvember og náttúrulega vegna heilstýrna meðaltal. Nú erum við að horfa bara á hæfni viðkomandi á ákveðnum degi þegar það gengur út úr skólanum okkar. En við getum alveg veltið því fyrir okkur að ef nemandinn er ekki að standa sig í heimavinnu og ef hann er að druslast yfir veturinn og ef hann er að gera þetta og hitt, þá er mjög ómikilvægt að með því vor að ná þeirri viðamiklu hæfni sem þarf kannski til að fá B. Þannig að ferillinn er raun og veru breyttur. Við erum að fylgjast með því og foreldrar líka og aðhaldi sem nemandinn kennur og foreldri sameiningu hafa. Það er þessi eftirfylgni allan tíma að það vita allir hvað út startu á hverjum tíma. Og ég er hægt að taka síman á diskótera við kennarann, ég sé að Jón er ekki ennþá kominn færinn að beita skipulögum og mjög góða vinnubröðum ennþá við rittum og svo framvegis. Hvað ættum við kannski fjölskyldan að fara að gera í málefnum hans? Þannig að það verður kannski ekki alveg bara skóla með það. Við getum líka orðið samræði með það og fjölskyldan getur komið inn í það að reyna að hjálpa til dæmis tegna Jóni að fara að tala og flytja mál sem skipur greinlega og svo framvegis. Þannig að ég segi fyrir mig, ég er rosalega hrifinn af þessu mati að hætta með þetta að velta Jóni kannski alltaf upp með hvað stóð svíkað í september og október ef hann hægt og vinnur að því að fara að standa sig mjög vel og þetta sé orðið spurningum hægnast til ýmissa verka í ýmsu þættinum en ekki þekking á þessu hverju tíma. Það er morgunum í skili. Og ég fyrir einn öllstund, bara með því að játa. Eru þið eftir að vera með lokal? Eru þið með einhver lokal bók sem að mæla nefnum í viðkomandi á þeim tímapunkti bara sem það er lokal? Nei, við erum raunverðin að leggja aðtökur svona við erum bara með lesakravat sem er hefst leið og nefnandi til skóladag og næri yfir alltaf veturinn en sannarlega við kennarar með mismunandi vægi á verkefnum og prófum alltaf eftir hvað erum við marga hæfni tækt yfir hverju sín. Við erum með lítinn afmarkaðan hæfni þáttur þetta er 3-4 en ég hefur saman verkefni. En sem stíkt, lokaprófa leiður lögumannur